Ávöxtur sannleikans. Orð Guðs í hjarta manns. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. 24. Ávöxtur sannleikans. Hjartalandið, taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðum jarðvegi, sáðu fræjum sannleikans og berðu ávöxt með því að rækta sannleikan. Endurheimta land, finndu ósannleikan sem Biblían segir að þú eigir að henda eða ekki gera, taktu hann úr hjarta þínu og gerðu hann frjóan jarðveg. Að gróðursetja fræ sannleikans. Finndu sannleikan sem Biblían segir að varðveita og gróðursettu fræ sannleikans í hjartareitin úr frjósömum jarðvegi, ræktaðu hann og berðu ávöxt sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Verkefni. 1. Verkefni, henda því. 2. Verkefni, ekki það. 3. Verkefni, haltu því. 4. Verkefni, gerðu það. Verkefni, ekki gera það. Taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðri mold. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. Matteus 4 á móti 7. Jesús svaraði honum, aftur er ritað, ekki skalt þú freista drottins, Guðs þíns. Matteus 21 mínútur yfir 5. Þér hafið heyrt að sagt var við forveðurna, þú skalt ekki morðfremja. Sá sem morðfremur skal svara til saka fyrir dómi. Matteus 34 mínútur yfir 5. En ég segi yður að þér eigið alls ekki að sverja, hvorki við himinin, því hann er hásæti Guðs. Matteus 35 mínútur yfir 5. Né við jörðina, því hún er skörfóta hans, né við Jerúsalem, því hún er borg hins mikla konungs. Matteus 39 mínútur yfir 5. En ég segi yður, rísið ekki gegn þeim, sem gerir yður mein. Nei, slái einhver þig á hægri kinn, þá bjóð honum einnig hina. Matteus 42 mínútur yfir 5. Gef þeim, sem biður þig, og snú ekki bakki við þeim, sem vill fá lán hjá þér. Matteus 6 á móti 2. Þegar þú gefur ölmusu, skaltu ekki láta feita lúður fyrir þér, eins og hræsnari gjöra í samkunduhúsum og á strætum til þess að hljóta lof af mönnum. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. Matteus 6 á móti 5. Og þegar þér biðjist fyrir, þá verið ekki eins og hræsnararnir. Þeir vilja helst standa og biðjast fyrir í samkundum og á gatnamótum, til þess að menn sjáu þá. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. Matteus 6 á móti 7. Þegar þér biðjist fyrir, skuluð þér ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Þeir hyggja að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Matteus 6 á móti 8. Líkist þeim ekki. Faðir yðar veit hvers þér þurfið, áður en þér biðjið hann. Matteus 16 mínútur yfir 6. Þegar þér fastið, þá verið ekki daprir í bragði, eins og hræsnari. Þeir afmynda andlit sín, svo að engum dyljist, að þeir fasta. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. Matteus 19 mínútur yfir 6. Safnið yður ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og rið eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Matteus 25 mínútur yfir 6. Því segi ég yður, verið ekki áhyggjufullir líf yðar, hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar, hverju þér eigið að klæðast.
lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin. Matteus 31 mínútur yfir 6. Segið því ekki áhyggjufullir, hvað eigum vér að eta? Hvað eigum vér að drekka? Hverju eigum vér að klæðast? Matteus 34 mínútur yfir 6. Hafið því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Matteus 7:1. Dæmið ekki, svo að þér verðið ekki dæmdir. Matteus 7:6. Gefið ekki hundum það sem heilagt og kastið eigi perlum yðar fyrir svín. Þau mundu tróða þær undir fótum og þeir snúa sér við og rífa yður í sig. Matteus 19 mínútur yfir 10. En þá menn draga yður fyrir rétt, skuluð þér ekki hafa áhyggjur af því, hvernig eða hvað þér eigið að tala. Yður verður gefið á sömu stundu, hvað segja skal. Matteus 26 mínútur yfir 10. Óttist þá því eigi, ekkert hulið, sem eigi verður opinbert, né leynt, eigi verður kunnugt. Matteus 28 mínútur yfir 10. Hræðist ekki þá, sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann, sem megnar að tortíma bæði sálu og líkama í helvíti. Matteus 10 mínútur yfir 6. Varist að forsmá nokkurn þessara smælingja. Ég segi yður að englar þeirra á himnum sjá jafnan auglit míns himneska föður. Matteus 14 mínútur yfir 7. En Jesús sagði, leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra himnaríki. Matteus 18 mínútur yfir 7. Hann spurði, hver? Jesús sagði, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni. Matteus 23:3. Því skuluð þér gjöra og halda allt, sem þeir segja yður, en eftir breytni þeirra skuluð þér ekki fara, því þeir breyta ekki sem þeir bjóða. Matteus 23:8. En þér skuluð ekki láta kalla yður meistara, því einn yðar meistari og þér allir bræður. Matteus 23:9. Þér skuluð ekki kalla neinn föður yðar á jörðu, því einn faðir yðar, sá sem á himnum. Matteus 10 mínútur yfir 11. Þér skuluð ekki heldur láta kalla yður leiðtoga, því einn leiðtogi yðar, Kristur. Matteus 23 mínútur yfir 11. Vei yður, fræðimenn og farísear, hræsnarar. Þér gjaldið 10 af myntu, anís og kúmeni, en hirðið ekki það, sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta ber að gjöra og heitt eigi ógjört að láta. Matteus 23 mínútur yfir 12. Ef einhver segir þá við yður, hér Kristur, eða þar, þá trúið því ekki. Markús 39 mínútur yfir 9. Jesús sagði, varnið honum þess ekki, því að enginn sá, að hann gjöri kraftaverk í mínu nafni og geti þegar á eftir talað illa mig. Markús 19 mínútur yfir 10. Þú kannt boðorðin, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni, þú skalt ekki pretta, heiðra föður þinn og móður. Lúkas 29 mínútur yfir 6. Slái þig einhver á kinnina, skaltu og bjóða hinna,
og taki einhver yfirhöfn þína, skaltu ekki varna honum að taka kyrtilinn líka. Lúkas 6:30. Gef þú hverjum sem biður þig, og þann sem tekur þitt frá þér, skaltu eigi krefja. Lúkas 35:05. Þér skuluð ekki kalla neinn föður yðar á jörðu, því einn faðir yðar, sá sem á himnum. Lúkas 37:06. Dæmið ekki, og þér munuð eigi dæmdir verða. Sakfellið eigi, og þér munuð eigi sakfelldir verða. Sýknið, og þér munuð sýknaðir verða. Lúkas 10:10. En Jesús sagði við hann, varnið þess ekki. Sá sem ekki á móti yður, með yður. Lúkas 20:10. Gleðjist samt ekki af því að andarnir yður undirgefnir, gleðjist öllu heldur af hinnu, að nöfn yðar skráð í himnunum. Lúkas 11:12. Og þegar þeir leiða yður fyrir samkundur, höfðingja og yfirvöld, hafið þá ekki áhyggjur af því, hvernig eða með hverju þér eigið að verja yður eða hvað þér eigið að segja. Lúkas 29:12. Hafið ekki hugan við hvað þér eigið að eta og hvað að drekka, og kvíðið engu. Lúkas 32:12. Vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Lúkas 14:8. Þegar einhver býður þér til brúðkaups, þá set þig ekki í hefðarsæti. Svo getur farið að manni þér fremri að virðingu sé boðið. Lúkas 21:8. Hann svaraði, varist að láta leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, það ég, og tíminn í nánd. Fylgið þeim ekki. Jóhannes 16:2. Og við dúfnasalana sagði hann, burt með þetta héðan. Gjörið ekki hús föður míns að sölubúð. Jóhannes 14:5. Nokkru síðar hitti Jesús hann í helgidóminum og sagði við hann, nú ert þú orðinn heill. Syndga ekki framar, svo að eigi hendi þig annað vera. Jóhannes 27:6. Aflið yður eigi þeirrar fæðu, sem eyðist, heldur þeirrar fæðu, sem varir til eilífslífs og mannsonurinn mun gefa yður. Því á hann hefur faðirinn, Guð sjálfur, sett innsigli sitt. Jóhannes 40:3. Jesús svaraði þeim, verið ekki með kurr yðar á meðal. Yohanes pukul 7:24. Dæmið ekki eftir útliti, dæmið réttlátan dóm. Jóhannes 11:8. En hún sagði, enginn, Herra. Jesús mælti, ég sakfelli þig ekki heldur. Far þú, syndga ekki framar. Jóhannes 14:1. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Jóhannes 27:2. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki né hræðist. Rómverjabréfið 12:6. Látið því ekki syndina ríkja í dauðlegum líkama yðar, svo að þér hlýðnist gildum hans.
Rómverjabréfið 13 mínútur yfir 6. Ljáið ekki heldur syndinni limi yðar að ranglætisvopnum, heldur bjóðið sjálfa yður Guði sem lifnaði frá dauðum og limi yðar Guði sem réttlætisvopn. Rómverjabréfið 12 á móti 2. Hegðið yður eigi eftir öld þessari, heldur takið háttaskipti með endurnýjung hugarfarsins, svo að þér fáið að reyna, hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Rómverjabréfið 14 mínútur yfir 12. Blessið þá, ofsækja yður, blessið þá, en bölvið þeim ekki. Rómverjabréfið 16 mínútur yfir 12. Berið sama hug til allra, hreykið yður ekki, en haldið yður að hinum lítillmótlegu. Ætlið yður ekki hygna með sjálfum yður. Rómverjabréfið 17 mínútur yfir 12. Gjaldið engum illt fyrir illt, stundið það sem fagurt fyrir sjónum allra manna. Rómverjabréfið 21 mínútur yfir 12. Lát ekki hið vonda yfirbuga þig, heldur sigra þú illt með góðu. Rómverjabréfið 13 á móti 8. Skuldið ekki neinum neitt, nema það eitt að elska hver annan, því að sá, sem elskar náunga sinn, hefur uppfyllt lögmálið. Rómverjabréfið 13 á móti 9. Boðorðin, þú skalt ekki dríkja hór, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast, og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Rómverjabréfið 13 mínútur yfir 1. Framgöngum sómasamlega eins og á degi, ekki í offáti né ofdrykkja, ekki í saurlífi né svalli, ekki í þrætu né öfund. Rómverjabréfið 14 mínútur yfir 1. Íklæðist heldur drottni Jesú Kristi, og alið ekki önn fyrir holdinu, svo að það verði til að æsa kyndir. Rómverjabréfið 14 á móti 1. Takið að yður hinna óstyrku í trúnni, án þess að leggja dóm á skoðanir þeirra. Rómverjabréfið 14 á móti 3. Sá, sem neytir kjöts, fyrirlíti ekki hinn, sem lætur þess óneitt, og sá, sem lætur þess óneitt, dæmi ekki þann, sem neytir þess, því að Guð hefur tekið hann að sér. Rómverjabréfið 13 mínútur yfir 2. Dæmum því ekki framar hver annan. Ásetjið yður öllu heldur að verða bróður yðar ekki til ásteytingar eða fals. Rómverjabréfið korter yfir 2. Ef bróðir þinn hryggist sökum þess sem þú etur, þá ertu komin af kærleikans braut. Hrind ekki með mat þínum í glötun þeim manni sem Kristur dó fyrir. Rómverjabréfið 20 mínútur yfir 2. Brjóttu ekki niður verk Guðs vegna matar. Allt að sönnu hreint, en það þó illt þeim manni, sem etur öðrum til ásteytingar. 1. Korinthubréf 18 mínútur yfir 3. Enginn dragi sjálfan sig á tálar. Ef nokkur þykist vitur yðar á meðal í þessum heimi, verði hann fyrst heimskur til þess að hann verði vitur. 1. Korinthubréf 21 mínútur yfir 3. Fyrir því stæri enginn sig af mönnum, því að allt yðar. 1. Korinthubréf 4 á móti 5. Dæmi því ekki fyrir tíman, áður en drottinn kemur. Hann mun leiða það í ljós, sem í myrkrinu hulið og opinbera ráð hjartnanna. Og þá mun hver sig hljóta þann lofstýr af Guði, sem hann á skilið. 1. Korinthubréf 11 mínútur yfir 5. En nú rita ég yður, að þér skuluð ekki umgangast nokkur þann, nefni sig bróður, en saurlífismaður eða ásælinn, skurðgóðadýrkari eða lastmáll,
ofdrykkjumaður eða ræningi. Þér skuluð jafnvel ekki sitja að borði með slíkum manni. 1 Korintubréf 6:9. Vitið þér ekki að ranglátir munu ekki Guðs ríki erfa? Villist ekki, hvorki munu saurlífismenn né skurðgoðadýrkendur, hórkallar né kivillingar. 1 Korintubréf 10:6. Þjófar né ásælnir, drykkjumenn, lastmálir né ræningjar Guðs ríki erfa. 1 Korintubréf 7:5. Haldið yður eigi hvort frá öðru, nema þá eftir samkomulagi stundarsakir, til þess að þér getið haft næði til bænahalds og takið svo saman aftur, til þess að Satan freisti yðar ekki vegna ístöðuleysis yðar. 1 Korintubréf 10:7. Þeim sem gengið hafa í hjónaband, býð ég, þó ekki ég, heldur Drottinn, að konan skuli ekki skilja við mann sinn. 1 Korintubréf 11:7. En hafi hún skilið við hann, þá sé hún áfram ógift eða sættist við mannin, og að maðurinn skuli ekki heldur skilja við konuna. 1 Korintubréf 12:7. En við hina segi ég, ekki Drottinn, ef bróðir nokkur á vantrúaða konu og hún lætur sér það vel líka að búa saman við hann, þá skilji hann ekki við hana. 1 Korintubréf 13:7. Og kona sem á vantrúaðan mann og hann lætur sér vel líka að búa saman við hana, skilji ekki við mannin. 1 Korintubréf 23:7. Þér eruð verði keyptir, verðið ekki þrælar manna. 1 Korintubréf 10:7. Verðið ekki skurðgoðadýrkendur, eins og nokkrir þeirra. Ritað er, lýðurinn settist niður til að eta og drekka, og þeir stóðu upp til að leika. 1 Korintubréf 24:10. Enginn hyggi að eigin hag, heldur hag annara. 1 Korintubréf 28:10. En ef einhver segir við yður, þetta er fórnarkjöt, þá etið ekki, vegna þess er gjörði viðvart, og vegna samviskunnar. 1 Korintubréf 30:10. Verið hvorki gyðingum né Grikkjum né kirkju Guðs til ásteytingar. 1 Korintubréf 20:2. Bræður, verið ekki börn í dómgreind, heldur sem ungbörn í illskunni, en fullorðnir í dómgreind. 1 Korintubréf 39:2. Þess vegna, bræður mínir, sækist eftir spádómsgáfunni og aftrið því ekki að talað sé tungum. 1 Korintubréf 33:3. Villist ekki, vondur félagsskapur spillir góðum siðum. 1 Korintubréf 34:3. Vaknið fyrir alvöru og syndið ekki. Nokkrir hafa enga þekkingu á Guði. Yður til blygðunar segi ég það. 1 Korintubréf 2:4. Þess vegna, mínir elskuðu bræður, verið staðfastir, óbifanlegir, síöðugir í verki Drottins. Þér vitið að erfiði yðar er ekki árangurslaust í Drottni. 2 Korintubréf 6:1. Sem samverkamenn hans áminnum vér yður einnig, að þér látið ekki náð Guðs, sem þér hafið þegið, verða til einskis. 2 Korintubréf 14:6. Gangið ekki undir ósamkynja og með vantrúuðum. Hvað er sameiginlegt með réttlæti og ranglæti?
Hvaða samfélag hefur ljós við myrkur? Galatabréfið 5:1. Til frelsis frelsaði Kristur oss. Standið því stöðugir og látið ekki aftur leggja á yður ánauðarók. Galatabréfið 13:5. Þér voruð, bræður, kallaðir til frelsis. Notið aðeins ekki frelsið til færis fyrir holdið, heldur þjónið hver öðrum í kærleika. Galatabréfið 26:5. Verum ekki hégómagjarnir, svo að vér áreitum hver annan og öfundum hver annan. Efesusbréfið 13:3. Fyrir því bið ég að þér látið eigi hugfallast út af þrengingum mínum yðar vegna. Þær eru yður til vegsemdar. Efesusbréfið 17:4. Þetta segi ég þá og vitna í nafni Drottins, þér megið ekki framar hegða yður eins og heiðingjarnir hegða sér. Hugsun þeirra er allslaus. Efesusbréfið 26:4. Ef þér reiðist, þá syndið ekki. Sólin má ekki setjast yfir reiði yðar. Efesusbréfið 28:4. Hinn stelsi hætti að stella, en leggi hart að sér og gjöri það sem gagnlegt er með höndum sínum, svo að hann hafi eitthvað að miðla þeim, sem þurfandi er. Efesusbréfið 29:4. Látið ekkert skaðlegt orð líða yður af munni, heldur það eitt sem er gott til uppbyggingar, þar sem þörf gjörist, til þess að það verði til góðs þeim, sem heyra. Efesusbréfið 4:5. Hrykið ekki Guðs heilaga anda, sem þér eruð innsiglaðir með til endurlausnardagsins. Efesusbréfið 5:3. En frillulífi og óhreinleiki yfirleitt eða ákyrnd á ekki einu sinni að nefnast á nafn meðal yðar. Svo hæfir heilögum. Efesusbréfið 5:7. Verðið þess vegna ekki lagsmenn þeirra.